Góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég var að hugsa, þú varst forsætisráðherra sem held ég, það valdamesta staða á landinu og núna ertu ekki neitt. Hvernig að fara úr svona valdastöðu þar sem að ákvarðanir sem að þú tekur hafa áhrif á heila þjóð yfir í það að vera kannski ekki með neina formlega ábyrgð og ekki formlega völd og hvernig hefur áhrif á samfélagið án þess að hafa þessi völd? Takk og gaman að sjá ykkur. Frábært að sjá hér fullan sal af fólki að hugsa þessi mikilvægu mál. Umbreyting, við erum að tala umbreyting og þetta umbreyting frá því að vera aðal yfir í að vera bara engin, á leiðinni ekkert. Og ég myndi segja núna, þegar ég horfi tilbaka, árið 2026, örugglega hollasta umbreyting sem ég hef gengið í gegnum sem manneskja. Af því að þetta virkilega setur lífið í svona nýtt samhengi og maður fer að velta því fyrir sér einmitt, hvað merkir það að vera, að því eins og þú segir, þegar maður forsætisráðherra þá hafa ákvarðanir manns áhrif á alla þjóðina og jafnvel út fyrir það. Núna þegar ég einhvern veginn fór út úr þessu opinbera hlutverki og fór að einbeita mér að nærumhverfinu, þá sagði elsti sonur minn eftir mánuð, mamma, ertu til í að fá þér gott starf, bráðum. Og bara hætta að einbeita þér á okkur. En þessi setning sem var þetta pínu svona erfið fyrir mig að heyra, lét mig virkilega hugsa að við getum haft áhrif hvar sem við erum. Hvort sem það heima hjá okkur eða í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur og við getum alltaf haft áhrif til góðs. Við getum alltaf reynt að leiða þau sem í kringum okkur í góðar áttir. Og það eiginlega lærdómur minn að þessu ferli frá því að vera aðal yfir í að vera ekkert, að þú getur alltaf verið leiðtogi þó þú sért ekki stjórnandi. Og svo líka svona aukalærdómur, það ekki allir stjórnendur leiðtogar. Það nú það En maður getur alltaf verið leiðtogi alveg sama hvaða titil maður ber. En mig langar að spyrja þig úr því að ég held á hljóðnemannum. Þú varst frægur fyrir að vera frumkvöðull, byggja upp fyrirtæki á alþjóðavettvangi, vera ótrúlega farsæll í því hlutverki, allt í einu bara frægasti maður á Íslandi. Seldir þið út úr því, ert búin að sinna ótrúlega mörgum hlutum síðan og ert núna eiginlega komin aftur í business eftir að hafa gert alls konar í milli. Ertu frumkvöðull að Guðs náð? Hvað það sem gerir að þú ferð alltaf af stað? Ég held að við sem öll þar á meðal ég rosalega hrædd við að gera mistök og ég held að við tökum rosalega margar ákvarðanir út frá þeirri hræðslu en ég áttaði mig á því að ég miklu hræddari við að gera ekki neitt og ég miklu hræddari við það að því ég gerði mig mjög fljótlega grein fyrir því að lífið geti verið mjög stutt og það væri meiri sem mjög stutt þótt að vera langt og mér langaði til þess að nýta tímann sem ég hef til að gera allt sem ég langar til að gera og allt sem mér dettur í hug þótt að það getur stundum klúrast alveg stórkostlega af því að mér langar miklu frekar að hugsa tilbaka og hugsa að ég allavega prófaði og stundum gekk það upp og stundum ekki en heilt yfir þá held ég að ef maður prófa meira þá tekst meira. Sá sem hefur ekki gert mistök hefur ekki gert neitt, segi ég nú gjarna. En eitt sem tókst, þú veist að þau eru bara að hlusta á okkur í sundlauginni, það langar mig bara, við erum hérna í sundlauginni og þau eru bara að hlusta í heita pottinum. Eins og ég lenti einu sinni í að einhver maður var að hlusta á það sem ég var að segja vinkonu minni frá nýja ástarsambandi, þannig að það var nú leiðindamál. En við höfum vitað hvort öðru lengi, en við kynnumst eiginlega í gegnum dálítið merkilegt verkefni sem hefði getað mistekist. Það hefði alveg getað mistekist og það var einmitt hugmynd, ég var í Flórída og við vorum búin að vinna rampaverkefni á Íslandi, í Reykjavík og við hugsaði að það var nú gaman að gera meira og pabbi var með mér og ég sagði við ætlum að gera 1000 rampa og hann fríkaði út og ég sagði þetta verður ekkert mál, Kata borgar helminginn og síðan hringdi ég þig og þú fyrir hönd þjóðarinnar tókst þátt í verkefninu og þetta tókst. Það eru fá verkefni sem mér hefur fundist
fallegri að því að ekki bara snerist þetta verkefni að ryðja burt hindrunum, áþreifanlegum hindrunum, heldur vakti þetta þjóðina til meðvitundarinnar allar hinar hindranirnar í kringum okkur og hvernig við getum sameiginlega rutt þeim úr vegi. Þannig að það var minn heiður að fá að taka þátt í þessu með þér. Takk fyrir mig. Takk fyrir sömuleiðis. Takk fyrir okkur.